Þetta Asra. Hún 9,5 árs. Í dag ætlar hún að fara í búðina með systrum sínum. Í öllum barnaþorpum víðsvegar heiminn taka börnin þátt í daglegum verkefnum heimilisins, meðal annars með því að taka til, þvo þvott eða hjálpa til við að útbúa mat. Með því að hjálpa til erum við að æfa okkur og undirbúa fyrir framtíðina og verkefnin sem bíða okkar. En við erum líka mikilvægur hluti af fjölskyldunni og leggjum okkar á mörkum til að öllum líði vel á heimilinu. Í dag ætlar Asra að búa til kartöfluböku. En eins og nafni gefur til kynna er það baka sem er búin til úr kartöflum. Asra er fljót að finna kartöflurnar í búðinni. Og hún gefur sér góðan tíma til að velja þær kartöflur sem henni líst best á. Það eru margar kartöflur sem koma til greina. Kannski of margar. Það eru bara svo margar flottar kartöflur í boði. Jæja, nú er komið nóg. Næst þurfa þær að finna deigið sem fer í bökuna. Kartöflubaka er klassískur réttur í Bosníu. Hana má útbúa sem snúð, pylsur eða sem ferhyrning. Allt er búið til úr sama grunni og bragðast mjög vel. Þegar stelpurnar koma heim með hráefnið geta þær hafist handa. Asra gefur okkur uppskriftina að bökunni. Við byrjum á því að rífa niður fullt af kartöflum. Svo setjum við hluta af deiginu á bökunarplötu, fyrst 3 arkir. Eða reynda þurfum við fyrst að setja smá olíu á plötuna og dreifa svolítið úr henni. Svo leggjum við deigið á plötuna. Ofan á deigið setjum við niðurrifnar kartöflur. Svo setjum við aftur 3 lög af deigi yfir kartöflurnar. Og svo aftur rifnar kartöflur. Við getum haft eins mörg lög og við viljum ef við notum bara það sem við eigum af deigi. Og svo þurfum við að passa að við eigum smá deig eftir til að setja efst á toppinn. Og þar ofan á setjum við ekki kartöflur, efsta lagið er deig. Svo setjum við aðeins meir olíu á milli lagana og svo kryddum við kartöflurnar með smá salt og pipar svo kartöflurnar verði aðeins bragðbetri. Við getum líka krydda kartöflurnar áður en við setjum þær á plötuna og svo bökum við bökunni í ofninum. Ofnin á að vera stilltur á 200 gráður og bakan á að bakast í það bil hálftíma. Glæsilegt! Þetta lítur vel út. Allir bíða spenntir eftir að smakka. Bakan rennur ljúflega niður. Eftir matinn skella stelpurnar sér út. Þær ætla að tína blóm fyrir mömmu sína. Mamma þeirra þakka þeim kærlega fyrir fallegu blómin. Og svo setur hún blómin í hárið á stelpunum og sjálfri sér. Takk.